Við byrjuðum á að fá sjálfboðaliða í gegnum European Voluntary Service árið 2015 og síðan síðustu 2 ár ESC, European Solidarity Corps. Sjálfboðaliðarnir koma hingað á Úlfljótsvatn í byrjun prógramsins og eru aðalega hérna við gróðursetningar á áburðargjöf og slík verkefni. Og síðan þegar líður á sumarið þá eru þeir meira á faraldsvæti, þá sendum við þá út land og þeir eru að vinna fyrir skógræktarfélög víða, meðal annars á Vesturlandi og Vestfjörðum og Austfjörðum. Ef við hefðum ekki þessa sjálfboðaliða þá gætum við ekki staðið í öllum þessum verkefnum sem við höfum staðið í. Þeir skipta sköpum fyrir okkur varðandi gróðursetningar og áburðargjöf hér á Úlfljótsvatni og víðar. Og þeir skipta líka mjög miklu máli þegar þeir fara í ferðir til minni skógræktarfélaga út á landi og það gagn sem þeir gera þar, það er alveg ómetanlegt. Og það væri, held ég, erfitt að koma saman hópi Íslendinga til að sinna svipuðum störfum, fara í svona ferðir og vinna í skóginum í viku. Þannig að þetta skiptir bara sköpum fyrir þessi litlu skógræktarfélög og maður finnur það líka bara á hvað forsvarsmenn þeirra eru þakklátir fyrir þetta starf sem sjálfboðaliðarnir vinna. ESC-áætlunin hentar vel til svona loftslags- og umhverfisverkefna, það er ekki spurning. Þetta liggur svolítið vel við eins og gróðursetningar, þetta er svona frekar einföldið en samt margt sem þarf að hafa í huga. Og ef maður nær að þjálfa fólk vel, þá getur það sinnt þessum störfum hratt og vel og gert heilmikið gagn á þeim stutta tíma sem þau eru hérna. Þannig að þetta hefur ótvírætt gildi fyrir loftslag og umhverfismál. Dæmi má nefna þau svæði sem við erum að vinna á eru oft illa farin. Þetta eru rofsvæði þar sem eða rýri lyngmói sem er svona á ystu nöf. Sums staðar eru komnir rofdílar og annars staðar eru hrein og bein rofsvæði þar sem ekkert er eftir nema möl og grjót. Allur jarðvegur og gróðurþekja hefur horfið fyrir löngu síðan. Þannig að við erum að vinna því að endurreisa þarna öflugt vistkerfi með gróðursetningum, binda kolefni og í raun græða upp landið í leiðinni. Við erum svolítið að slá 2 flugur í einu höggi, að græða upp landið og binda kolefni.